Amen, takk fyrir, yndislegt að vera hérna. Yndisleg lofgjörð og bara nærvera Guðs. Það vatn hérna, vill einhver fá smá skvettu? Takk Jesús. Þegar við biðjum Guð að gefa okkur spámanlega þjónustu, þá þurfum við á hugrekki að halda. Vegna þess að þegar fólk talar spádómsorð eða spámanlegan boðskap, þá þarf hann að vera fæddur í hjarta Guðs. Og það sem kostar okkur hugrekki, það að stundum getur Guð sagt eitthvað sem við myndum aldrei ávarpa sjálf. Og þetta sjáum við í Gamla testamentinu vegna þess að spámenn Gamla testamentisins, þeir þurftu að deyja sjálfum sér til þess að geta borið fram boðskapinn sem Guð lagði þeim á hjarta, vegna þess að boðskapurinn var iðulega ekki, oft ekki endilega til óvina þeirra, heldur til þeirra eigin fólks. Og það getur bara verið hunderfitt og það getur kostað hugrekki. Í Jósúabók, í Gamla testamentinu, ég ætla með ykkur þangað. Jósúa var eftirmaður Móse. Jósúa var náungi sem Guð valdi sem eftirmann Móse. Og það var ekki auðvelt verk að vera sporgöngumaður Móse vegna þess að engin maður á allri jörðinni hefur nokkuð tíman átt það samfélag við Guð sem Móse átti, vegna þess að þeir töluðust við augliti til auglitis. Móse fór upp á fjall og hann dvaldi í nærveru Guðs, og þegar hann kom niður á fjallinu þá gátu menn ekki hort á hann vegna þess að dýrðin sem bara ljómaði yfir honum var svo mikil. Móse átti klárlega eitthvað sem kannski og sennilega ekkert okkar á í dag. Móse átti einstaka helgun, og það var ekki þannig að Móse þætti hlutverki sitt eitthvað auðvelt. Hann treysti sér engan veginn í þetta og hann horfði bara á veikleikana sína en ekki á styrkleika Guðs. En þegar Móse var það bil að kveðja dagar hans að verða taldir, þá valdi Guð Jósúa til þess að halda verkinu áfram, og það það sem Guð gerir. Hann velur fólk til þess að verkinu verði haldið áfram. Og Jósúa fékk ákveðið hlutverk, og það segir í Jósúabók í 1. kafla, versi 5, þá segir Guð við Jósúa: enginn mun geta veitt þér viðnám svo lengi sem þú lifir. Ég mun vera með þér eins og ég var með Móse. Ég mun hvorki bregðast þér né yfirgefa þig. Svo heldur hann áfram og segir við Jósúa: vertu djarfur og vertu hughröstur. Það blessaði mig þegar Sippa fór að tala hérna áðan, við þyrftum hugrekki og við þyrftum að taka Kanansland, og ég hugsaði takk drottinn. Það var svona eins og að minna mig á, ok, takk fyrir. Vertu djarfur og hughröstur. Aftur og aftur og aftur sagði Guð við Jósúa: vertu hugrakkur. Jósúa, bíttu á jaxlinn, vertu hugrakkur. Á þessari stundu þá hafði Jósúa ekki hugmynd hversu hugrakkur hann þyrfti að vera. Leiðtogar verða að vera hugrakkir. Jósúa hafði ekki hugmynd á hvaða málum hann myndi þurfa að taka meðal síns eigin fólks. Hann vissi að hann var kallaður til að vinna Kanansland, en hann gerði sér enga grein fyrir því hversu mikið rugl og bull yrði í gangi meðal hans eigin fólks, og þar þurfti hann svo sannarlega hugrekki, djörfung til að taka á málunum. Rannsóknir í dag á leiðtogafærni, þær sýna okkur að leiðtogar, og nú ég ekki bara að tala kristna leiðtoga, bara leiðtogar í veröldinni, þeir veigra sér við því
að taka á erfiðum málum. Og vitið af hverju? Það bara hunderfitt. Það bara erfitt að taka á erfiðum málum. Og fyrir hvern það erfitt? Já, það fyrir þá sem eiga ekki Jesú, en það bara líka erfitt fyrir leiðtogann sjálfan, þó að sé kristinn. Að þurfa að taka á erfiðum málum, það erfitt. Og af hverju? Af því bara leiðtoganum líður illa yfir því að fólk skuli ekki geta hagað sér. Og ég hef stundum hugsað út í það, þegar Mike og Síla stofnuðu Lindina, útvarpsstöðina Lindina, kristilega útvarpsstöð fyrir ykkur sem þekkið ekki forsöguna, þá settu þau ákveðnar siðareglur fyrir þá sem störfuðu á Lindinni. Og þau sögðu bara, við berum ábyrgð á þessari útvarpsstöð, við berum ábyrgð gagnvart Guði, gagnvart heilugum Guði. Og þetta eru reglurnar sem við óskum eftir að þið virði. Þetta var allt, megnið var bara fólk í sjálfboðavinnu og þau sögðu bara, þetta eru reglurnar sem við byggjum ykkur að fara eftir. Og það eitt sem við ætlum líka að biðja ykkur um. Ef þið farið út af sporinu, ef þið vitið að þið eruð að brjóta gegn þessum reglum, þá ætlum við að biðja ykkur um að eiga frumkvæði að því sjálf að stíga til hliðar. Það þýðir ekki að þið getið ekki einhver tíma komið aftur. En ef þið vitið að það synd í lífi ykkar, eða ef þið vitið, ef þið treystið ykkur ekki til að fylgja þessum reglum, þá biðjum við ykkur um að gera okkur þann greiða að við þurfum ekki að taka á ykkur, vegna þess að það munum við gera. Og þau sýndu það alveg, þau höfðu hugrekki til að taka á hegðun sem samræmdist ekki reglunum. Það skiptir máli að hafa siðareglur og það skiptir máli að virða siðareglurnar. Þetta eitt af því sem Jósúa stóð frammi fyrir. Jósúa sem leiðtogi, einu sinni þá segir Guð við hann, og þetta finnst mér alveg stórkostlegt, þetta í 3. kafla, 7. vers, þá segir drottinn við Jósúa, í dag tek ég að upphefja þig í augum alls Ísraels, svo að hann komist að raunum að ég verð með þér eins og ég var með Móse. Jósúa þurfti svo sannarlega á því að halda að finna að Guð var með honum, að finna að Guð var í verki með honum, og Guð hefur ekkert breyst. Guð frelsar okkur frá syndum okkar, en hann biður okkur líka um að hafa vit á að fylgja reglunum, þannig að hann þurfi ekki að taka á okkur. Hann hefur alveg kjarkinn til þess. En Guð hafði lofað Móse og lofað Jósúa að taka landið, gefa þeim Kanansland, og þegar Jósúa fer að starfa, þá fer hann að vinna að því að vinna borgirnar. Og fyrsta borgin sem hann ætlar að vinna eða þarf að vinna, og Guð í rauninni bara leiðbeinir honum með, það Jeríkó. Og hann sendir 2 menn til þess að fara landið, til þess að kanna landið, til þess að skoða hvernig þetta lítur út, og þeir fara landið. Og þeir koma tilbaka og segja við Jósúa, við getum þetta. Það frábært að hafa svona fólk innanborðs. Fólk sem horfir ekki bara á hindranirnar og hvað ekki hægt, heldur bara hvað hægt, og hann segir við getum þetta. Við getum unnið landið, þeir eru nefnilega hræddir við okkur. Og þannig að Jósúa fer að undirbúa innrás inn í Jeríkó, og þið mörg þekki þessa sögu, þetta alveg stór undarlegasta herrkænska sem sögur fara af, vegna þess að það voru valdir prestar í herinn, og þeir áttu að blása í lúðra og þeir áttu að lappa í kringum borgin einu svona dag, en til marks hversu hræddir Jeríkóbúar voru við Ísraelsmenn, þá var borgin lokuð og það bara fór enginn borgarhliðin, hvorki inn í út, hún var bara algjörlega læst. Þeir fara að þramma kringum borgina einu svona dag með þvílíkum látum, lúðrablæstri, en þeir máttu ekki hrópa og þeir máttu ekki, ég veit ekki hvort þeir áttu að þegja, en að minnstakosti þá áttu þeir bara að leyfa lúðrablæstrinum að hljóma. Og þetta gera þeir
í 7 daga, dag eftir dag eftir dag, og á 7. daginn þá fara þeir 7 hringi kringum borgina og þá voru þeir sko orðnir svo þreyttir á að þegja. Þetta satt guðspjalltakar. Að þegar Jósúa segir nú skuluð þið æpa heróp, þá bara hrópa þeir af lífs og sálar kröftum eins hátt og þeir geta og borgarmúrarnir falla. Og þeir fara inn í Jeríkó og þeir vinna borgina. En það lykilatriði varðandi þetta með borgina í 7. kafla. Og þetta var eitthvað sem Guð ákvað, þetta var ekki eitthvað sem Jósúa bara bjó til. Í 7. kafla Jósúabókar, versi 17, þar segir: borgin og allt sem í henni skal helgað banni, það tilheyrir drottni. Og svo kemur í 18. versi: forðist hið bannfærða. Og taki nú eftir: ásælist hvorki né taki neitt af því sem hefur verið helgað banni, því að þá leiðiði bann yfir herbúðir Ísraels og steypi þeim í glötun. Allt silfur og gull og gripir úr eir og járni helgað drottni og á að fara í fjárheyrslu drottins. Það sem Jósúa segir við herinn og bara við allt sitt fólk: við ætlum að fara inn í þessa borg, við ætlum að sigra hana, en þið megið ekki hirða neitt af eigum Jeríkómanna. Þið megið ekkert taka. Og ekkert, hvað það mikið? Það nefnilega ekkert. Það bara ekki neitt. Þið megið ekkert taka ykkur til handa. Og þeir sigra borgina. Þannig að það næsta sem Jósúa gerir að herja á aðra borg. Það var bara rökrétt framhald. Og sú borg hét því skemmtilega nafni Æ. Sem sagt ekki Æ, heldur A-I. Æ. En það var alveg Æ. Við að herja á þessa borg. En Jósúa fer bara nákvæmlega sömu leið og hann hafði gert með Jeríkó. Hann byrjar á að senda 2 menn til þess að kanna landið. Og þeir fara landið og þeir koma tilbaka og þeir segja: við getum þetta. Það byrjaði bara alveg stórkostlega. Jósúa, við getum þetta. Þeir eru fáir og svo segir hann: ekkert vera að senda allan herinn, ekki vera að þreyta allan mannskapinn. Það bara nóg að senda 2.000-3.000 manns og við tökum þetta. Og Jósúa ákveður að fylgja þessu og bara fer eftir leiðbeiningunum þeirra, en til að hafa vaði fyrir neðan sig þá var hann í efri mörkunum, þannig að hann sendir 3.000, ekki 2.000. Og þeir ráðast á Æ. En hvað gerist? Þeir bara vinna ekki sigur. Þetta var mjög sérstakt nafn á borð. Þeir réðust á þá. Þeir brugðust til varnar. Sem sagt þeir réðust bara gegn þeim. Stundum sókn besta vörnin og það var það sem þeir gerðu. Og þeir bara stöktu Ísraelsmönnum á flótta. Þeir voru bara grimmari og sterkari, klárari og betri. Og þeir felldu 36 Ísraelsmenn. Og þegar Jósúa kemst að þessu, þeir bara töpuðu þessari innrás, þá verður hann algjörlega miður sín. Og Jósúa sem trúaður maður, hann leggst á bæn. Og hann ásamt öldungum Ísraels, þeir bara steinliggja í marga klukkutíma fram á kvöld. Og þeir eru bara algjörlega miður sín, bara hvað gerðist? Af hverju fór þetta svona? Hafði Guð ekki sagt við Jósúa, það mun enginn standast fyrir þér, bara eins og ég var með Móse, þannig verð ég með þér. Og sagði hann ekki: ég mun aldrei yfirgefa því, ég verð með þér í öllu. Býtu, hvar var Guð núna? Og þeir fara að biðja. Og þeir biðja og biðja. Og svo enda þeir á að spurja Guð: býtu, hvað ætlar þú að gera núna?
Og þá segir drottinn, Jósúa, stattu upp. Bara, elska hvað Guð getur verið beittur. Þegar hann ekki að tala um mig, þar að segja. Hann segir bara, Jósúa, rístu á fætur. Af hverju liggur þú hér fram á ásjónu þína? Auðvitað vissi Guð af hverju hann lá þarna. Bara, og það eins og Guð segir við hann, Jósúa, það gott að biðja, en það kemur að því að þú verður að fara að gera eitthvað. Það kemur að því að þú verður að taka á málunum. Og stundum getur staðan verið þannig að við biðjum og biðjum og biðjum og við reiknum með að Guð leysi alla hluti þegar það sem hann vill að við rísum upp og við stígum inn í málin og leysum þau. Við getum ekki reiknað alltaf með því að það komi bara rigning eða ský eða jarðskjálfti eða eldur. Guð hefur kallað leiðtoga til þess að taka á málunum. Guð hefur sett leiðtoga til þess að taka á málunum. Og við sjáum það líka þegar við lesum söguna Móse. Móse þurfti svo sannarlega að bíta á jaxlinn og taka á þeim málum sem upp komu. Og ef einhver hér að undra sig á því, búin að biðja og undra sig á því að gerist ekki neitt, kannski komin tími til að spurja bara drottinn, hvað vilt þú að ég geri? En þegar Guð búin að segja við Jósúa, stattu upp, þá talar hann til hans. Og hann segir við hann, og nú erum við komin í 7. kafla. Þegar hann segir, hvers vegna liggurðu þarna á grúfu, Jósúa? Stattu upp. Svo kemur það. Ísrael hefur syndgað. Ísrael hefur syndgað. Þeir hafa sniðgengið sáttmálan sem ég gaf þeim. Þeir hafa tekið af því sem var helgað banni. Muniði, þeir máttu ekki taka neitt af því sem var í Jeríkó. Þeir unnu borgina en þeir áttu að láta það vera. Og það skipti meira máli að hlýða orði Guðs, boðum drottins, heldur en nokkuð annað. Og þetta leit Guð mjög alvarlegum augum. Svo segir hann, þeir hafa stólið, þeir hafa svikið og þeir hafa bætt því sem þeir tóku við eigin eign. Þess vegna geta Ísraelsmenn ekki staðist fjandmenn sína, heldur verða að leggja á flótta fyrir þeim, enda sjálfir helgaðir banni. Svo kemur þessi alvarlega setning, þar sem Guð segir, ég verð ekki lengur með ykkur, nema þið eyðið öllu sem helgað var banni. Engin smá skellur. En Guð opinberar hvers vegna þeir töpuðu. Þeir voru á þessum tíma niðurbeygðir. Í fyrsta lagi þá höfðu þeir mist 36 menn. 36 menn sem voru þeim kærir, þau höfðu fallið. Og síðan höfðu þeir beðið ósigur og það langar engan að tapa. Og þeir voru svektir og þeir voru leiðir og þeir voru sárir og þá opinberar Guð þetta. Ástæðan svo að þeir fylgdu ekki reglunum. Ástæðan svo að þeir fóruð út af sporinu. En merkilegt nokk, Guð segir Jósúa ekki hver eða hverjir það voru. Hann segir bara, það var þetta sem þið gerðuð og þú sem leiðtogi fólksins, þú ert settur til þess að taka á málinu. Og svo segir hann við hann líka, svo segir hann sem sagt, rístu á fætur, helgaðu fólkið og segðu við það, helgið ykkur fyrir morgundaginn. Hugsið ykkur, þannig fólk í algjörum sárum, það er algjörlega miður sín. Þá kemur leiðtoginn, hann búinn að biðja og hann fengið opinberun. Hugsið ykkur hvað er stórkostlegt að eiga leiðtoga sem lifa eða bara verja það löngum tíma í nærveru Guðs að þeir bara bíða þar þangað til hann talar. Og
Guð segir við Jósúa, segðu þeim að helga sig fyrir morgundaginn og svo segir hann hvað Guð sagði. Því að svo segir drottinn, meðal ykkar eru bannhelgir munir. Þú getur ekki staðið augliti til auglitis við fjandmenn þína fyrir en þið hafi fjarlægt það sem helgað var banni. Svo segir hann þeim hvað hann ætlar að gera. Á morgun, hann var ekkert að tefja, hann var ekkert að draga, hann var ekkert að, hvað ég var að segja, draga, draga lengri tíma, hvað maður segir. Hann segir í fyrramálið, skuluð þið ganga fram eftir ættbálkum ykkar. Og hann segir bara, ég leið ykkur fram eftir ættbálkum ykkar og síðan skal sá ættbálkur sem drottinn velur, og ég veit ekki hvernig drottinn valdi, eða að minnstakosti þetta bara það sem hann segir. Fyrst eru það ættbálkarnir, svo eru það ættirnar, svo eru það fjölskyldurnar, svo er það einhver ein fjölskylda innan stórfjölskyldunar og svo er það einstaklingur. Og ég einhvern veginn sé fyrir mér að það hefur verið bara grafarþögn. Menn hafa bara verið í algjöru sjokki. Bara hver er sekur? Og þetta er það sem Jósúa gerir. Hann leiðir þá fram og viti menn, það endar með því að það er ein fjölskylda eftir. Og ég er nokkuð viss að sá sem var sekur, hann hefur verið komin með bankandi hjartslátt og liðið hundilla. Það hefði verið betra, hann hefði í fyrsta lagi náttúrulega ekki gert þetta, en að hann hefði haft vita á að stíga fram sjálfur strax. Nema að þegar sá stígur, hann hét Akan Karmísson, sá sem hafði stólið og eða lagt hendur á það sem hann mátti ekki taka, þegar hann er einn eftir, þá segir Jósúa við hann, sonur minn, þetta er eitthvað svo fallegt. Ég er nokkuð viss að þetta var hlutverk sem Jósúa langaði ekki til þess að gegna. Þú veist, hann hefði svo gjarnan vilja að þurfa ekki að taka á þessu. En þarna segir hann, sonur minn, gefðu drottni Guði Ísraels dýrðina. Sonur minn, gerðu játningu fyrir honum. Skýrðu mér nú frá því sem þú hefur gert og leyndu mig engu. Og hann reyndi ekki að fela sig. Hann reyndi ekki að réttlæta sig. Akan svaraði Jósúa og sagði, það er satt. Ég syndgaði gegn drottni þegar ég sá fallega skikkju frá Sínear. Og svo tók hann líka silfur og hann tók gull. Hann sagði, ég gintist þetta, ég tók það, ég grófi það í jörð í tjaldinu mínu og silfrið neðst. Og Jósúa sendir menn í tjaldið hans. Sko, það var ástæða fyrir því að hann grófi þetta í jörðu. Hann vissi að hann mátti þetta ekki. Það var ástæða fyrir því að hann faldi þetta. Hann vissi að hópurinn í kringum hann myndi ekki samþykja þetta. Sennilega hefur fjölskyldan hans vitað af þessu. Fyrst þetta var grafið inn í hans eigin tjaldi. En það er einhver ástæða fyrir því að hann faldi þetta. Og það er þetta sem við förum að gera þegar við erum óheiðarleg. Guð sagði við Kain eftir hann hafði myrt Abel bróður sinn, er það ekki þannig að þegar þú gerir það sem er rétt, þá getur þú borið höfuðið hátt. Þá þarftu aldrei að skammast þín. Ég hef oft sagt þetta á vinnustaðnum mínum. Við verðum að vinna þannig að öll okkar verk þoli skoðun á öllum tímum og vegna þess að ef þau þurfa bæði að þola skoðun og þau þurfa að standast úttektina, þá getum við í fyrsta lagi alltaf borið höfuðið hátt. Þá þurfum við aldrei að fela neitt og þá getum við sofið róleg. Þetta sagði Guð við Kain, son Adams og Evu, og þetta hefur gilt í gegnum tíðina allar götur síðan. Þegar þeir hlaupa inn í tjaldi til hans, þeir grafa þetta upp og þeir finna þetta. Síðan koma þeir með þetta fram fyrir Jósúa, það segir í versi 23 í 7. kafla, þeir tóku það allt úr tjaldinu, færðu Jósúa og öllum Ísraelsmönnum
og dreifðu því frammi fyrir augliti drottins. Og Jósúa sagði við Akan: hvers vegna stiftur okkur í þessu ógæfu? Það var engin meðvirkni. Ég nokkuð vissum að Jósúa leið ekkert vel yfir þessu, en hann tók ekki ábyrgðina af Akan. Akan varð að bera ábyrgð á gjörðum sínum sjálfur. Og það svo gott að vita það, að við eigum frelsara sem fyrirgefur syndir. En alltaf eitthvað svona, sko. En hann krefst þess að við játum syndirnar. Og hann krefst þess að við látum af þeim. Að við lifum ekki í synd. Og hann krefst þess að við séum trú í smáu og stóru. En blóð Jesú Krists, það hreinsar okkur af allri synd. Og stundum getur manni bara liðið hundilla ef maður á einhver leyndamál. Það segir í Nýja testamentinu, sé einhver sjúkur á meðal ykkar, þá kalla hann til sín öldungasafnaðarins og þeir skulu leggja hendur yfir hann og biðja fyrir honum og hann mun verða heill. Og það segir líka á sama stað, játið því hvert fyrir öðru syndir ykkar til þess að þið verði heilbrigð. Þetta orð, það stendur enn þann dag í dag. Og Páll postuli sagði, vitið þið ekki að heila og randi býr í ykkur? Þið eru musteri heila sanda. Við erum öll mannleg og okkur getur öllum orði á. En stundum gott að vera leiðréttur. Það ekkert sérstaklega þægilegt. En það stoppar okkur í að fara bara gjörsamlega út í skurð. Það stoppar okkur í að fara lengra. Guð gefur okkur tækifæri. Fyrir kannski tæpum 2-3 vikum, þá kom ég hérna í kirkjuna í miðri viku. Og þegar ég kem inn í salinn að þá eru allar dyr opnar og það verið að lofta út. Af því að þegar þeir sem voru fyrstir sem komu hérna inn, komin í salinn, þá var viðbjóðsleg lykt í salnum. Það hafði einhver skilið eitthvað eftir, einhverja mataleifar sem hafa úldnað og lyktin var viðbjóðsleg og það þurfti að lofta út. Og þar sem ég sat þetta kvöld, hérna í salnum, þá talaði Guð til mín og hann sagði, þegar það eitthvað að í lífi okkar, þá alveg sama hversu mikið við loftum út. Þá alveg sama hversu mörg lykteðandi sprey við notum eða ilmvötn eða eitthvað til að hrekja burt lyktina, til að hrekja burt slóðina, hún fer ekki fyrr en orsökin rifin upp með rótum. Ef það skilur einhver eftir einhverja mataleifa sem úldna, þá ekki nóg að lofta út. Það þarf að taka pokan og það þarf að fara með hann út og það þarf að henda honum og það þarf að setja hann í ruslið þar sem hann á heima. Ef það illgresi í lífi okkar, þá þurfum við að reita það upp með rótum. Ég ætla að biðja ykkur að standa á fætur.